Píla af tegundinni blóðhundur eða bloodhound. Hún fædd í lok apríl 2020. Á Íslandi björgunarsveit Hafnarfjarðar eina björgunarsveitin sem heldur og þjálfar blóðhunda til leitar og sveitin því sérhæfð í að leita að týndu fólki sem geta verið unglingar sem hafa strokið að heiman, fólki með elliglöp, týndum börnum og öðru fólki sem virðist hafa horfið sporlaust. Eina sem við þurfum til að hefja leit með blóðhundi upphafspunktur þar sem hinn týndi sást síðast og eitthvað hlut eða föt sem inniheldur lykt af hinum týnda. Blóðhundar hafa mest verið notaðir til að rekja slóð. Áður röktu þeir slóð særðra dýra en núna rekja þeir slóð eða leiðina sem týnt fólk fór fyrir lögreglu og björgunarsveitir. Blóðhundar notaðir því samkvæmt rannsóknum þeir með fleiri lyktarfrumur í löngu nefinu en aðrir hundar. Þeir geta því elt minni og eldri lykt en aðrir hundar. Þegar blóðhundar leita setja þeir nefið niður við jörð og höfuð þeirra, augaskinnið í andlitinu og eyrun spila stórt hlutverk í leitinni. Allt þetta virkar eins og trekt og sópar lyktarögnum í nefið á hundunum. Lyktarskinnið þróaðasta skynfæri hunda. Þeir hafa miklu fleiri lyktarfrumur en fólk og heili þeirra 40 sinnum þróaðri en okkar til að vinna úr lyktarupplýsingum sem lyktarfrumurnar í nefinu nema. Píla ætlar að verða sporhundur í björgunarsveit Hafnarfjarðar þegar hún verður stór. Hún núna 6 mánaða gömul og á Spáni í undirbúningsferli til að flytja til landsins. Hunda má ekki flytja til landsins nema eftir ákveðinn feril til að sanna að þeir beri ekki með sér smitsjúkdóma. Píla því í hvolpaþjálfun og ummönnun hjá hundaþjálfara sem hefur hjálpað til við innflutning síðustu 2 hunda sem sveitin keypti. Þjálfun hennar felst aðalega í félagsmótun, að venja hana við börn og fólk á ólíkum aldri og þroska og önnur dýr. Hún í umhverfisþjálfun þar sem hún lærir að þekkja ólíkar aðstæður, sjá og upplifa ólíka hluti og vera óhrædd í öllum aðstæðum. Svo hún í styrktarþjálfun fyrir hvolpa svo hún sé með góðan líkamlegan grunn. Allt þetta gerum við meðan við að bíða eftir leyfi frá dýralækna yfirvöldum til að flytja hana heim til Íslands, til þess að hún verði bæði sterkur og öruggur leitar- og sporhundur. Þegar Píla kemur til landsins fer hún í einangrun í 2 vikur og svo fer hún til Þóris yfirþjálfara hundana sem hjálpar henni að þróa náttúrulega hæfileika sína til að spora og kennir henni að spora eingöngu eftir einstaklingslykt hvers og eins, sem að þefa af hlut og rekja bara slóð þess sem átti hlutinn. Píla tekur við af elsta hundinum okkar Perlu sem fædd 2010 og því akkurat 10 árum eldri en Píla. Perla fer að verða of gömul til að vinna, blóðhundar lifa almennt í 10 til 14 ár, svo eftirlaun bíða Perlu svo hún geti notið síðustu æviárana. Björgunarsveit Hafnarfjarðar á líka Urtu sem kom til landsins 2017 frá sama ræktanda og hún Píla að koma frá. Og Urta í blóma lífsins og verður vonandi góður félagi fyrir Pílu. Við félagar björgunarsveitar Hafnarfjarðar sjálfboðaliðar í störfum okkar og við þökkum ykkur kærlega fyrir að rétta okkur hjálparhönd við að fjármagna sporhundaverkefnið okkar. Björgunarsveitin fagnar í ár 60 ára afmæli við þjálfun sporhunda við íslenskar aðstæður. Við stolt af sérhæfingun okkar og kallmerki allra flokka sveitarinnar spori. Píla sendir sínar bestu kveðjur og hlakkar til að koma til landsins eftir áramót.